Anna er ein af þeim sem ráða ekki við að veita börnum sínum þann stuðning sem þau þurfa á að halda. Vandi sonar hennar er einfaldlega það mikill. Við köllum móðurina Önnu hér en hún vill ekki koma fram undir réttu nafni til að vernda son sinn og systkini hans. Frá því hann er bara mjög lítill, er mjög virkur og bara hress lítill kall. Kemur mér fljótt í ljós bara í leikskólanum að hann á svolítið erfitt með félagsleg tengsl. Þannig að hann er svona, já, ég myndi segja það, hann væri svona öðruvísi heldur en ég á vön með hin börnin mín. Þegar Anna áttaði sig á þessu óskaði hún eftir greiningu. Það gekk brösulega því drengurinn var mjög ungur. Hann var á endanum greindur með athyglisbrest og ofvirkni og mótþró og þrjóskuröskun. Honum gekk ágætlega í skóla til að byrja með, en síðan fór að halla undan fæti. Svo fer bara að vera mjög erfitt að senda hann í skólan. Honum líður augljóslega mjög illa. Ég fer fram á teymisfundi þar sem við þurfum bara að fara yfir stöðuna. Og þegar hann er komin í annan bekk að þá var alveg augljóst að það er orðið bara einelti og þriði bekkur var hryllilegur. Í 5. bekk fékk drengurinn skólavist í Brúarskóla sem er fyrir börn sem eiga í alvarlegum, geðrænum, hegðunar eða félagslegum erfiðleikum. Þar mun drengnum hafa gengið ágætlega en 1,5 ári seinna var hann útskrifaður og fór þá aftur í venjulegan skóla. Ekki leið á löngu, uns ástandið versnaði á ný. Þetta var svolítið bara eins og að vera á sprengjusvæði. Þú veist aldrei hvernig hann springur. Anna segir að barnaverndarfulltrúi hafi lagt til að drengurinn færi í fóstur hjá fagfólki sem gæti veitt honum þann stuðning sem hann þyrfti á að halda, enda hafi systkini hans verið farin að óttast hann, faðirinn ekki inn í myndinni og heimilishaldið almennt í miklu uppnámi. Anna leit á það sem uppgjöf ef hún léti drenginn frá sér og fór með hann í margskins meðferðis. En svo fer þetta bara að verða verra og hann fer að beita mig ofbeldi og ég er farin að koma sem sagt einu eldra systkinu í þær aðstæður að taka yngra systkinið inn til sín á meðan ég var að klára að eiga við þetta barn og þetta var bara ekki gangu upp. Þannig að það enda með því að hann er sem sagt sóttur af bakvakt barnaverndar eftir eina svona sprengju og hann vildi bara sjálfur fara með þessu og settur á sem sagt vistheimili.